Allt sem tengist í Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Það held ég nú sportátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöld í fullu fjöri og úr rally yfir í körfuknattleikin. Það Norðurlandamót yngri landsliða í gangi og þar eru Íslendinga með flotta fulltrúa og Hannes Sigurbjörn Jónsson, fógeti körfubolta landsins formaðurinn sjálfur komin á línuna. Heill og sæll, vinur. Já, sælvinur. Herri, við vorum að tala rally áðan og hann Baldur Haraldsson sagði við mig í viðtali áðan að þú hafði verið segur ökumaður. Ég var allavega ágætis kóari, ég held ég get alveg sagt það. Þannig að ég meina það gaman í rallinu, þetta klárlega einn af skemmtilegur íþróttum landsins að það að vera í rallinu. Þetta maður bara, hvað maður að segja, þessi baktería fer aldrei, það bara þannig. Ég var svo heppinn að fá að kynnast henni bara sem lítill gutti og fá síðan að taka þátt í og vera í rally og meðan hann svo heppinn að ná að hampa Íslandsmeistaratitli og allt, þannig að maður hefur aðeins komið nálægt þessu. Já, og þannig að þetta svolítið svona, þetta kannski erfiðara sport heldur en samt manni grunnar eða ekki? Jú, klárlega, og ég sagði hann oft og ég nú rætta líka því að bræður mínir hafa nú báður líka verið í þessu fullu, bæði í körfunni og rallinu líka. Ég hef nú oft sagt að til dæmis bara að sitja í rallybíla, þú þarfst að vera í toppformi nánast til þess. Já. Og sem betur fyrir þegar þetta var á þeim tíma, þá var ég aðeins betra formi en ég í dag. Já, þannig að þú varst í hörku formi. Já, þetta frábært og það verður örgulega gaman hjá með næstu helgi í Hólmavíkurrallinu. Nákvæmlega. Þú hefur ekki keyrt þar eitthvað tíman eða svona verið í kringum rally þar? Nei, ekki Hólmavík, nei, ekki rally, nei. Það var heppinn að það var á Sögukrókið, var heppinn að taka át í rally þar. Þannig að ég tók nú þátt bara eitt sumar sem ég var að keppa, þannig að en ég vil smiði þessu nánast frá upphafi og væna fylgjast með þessu í dag, þannig að þetta bara mjög skemmtilegt, þetta baktería sem fer aldrei. Já, það blundar í þig ennþá svona rallymaður. Já, það mjög erfitt að fara, þess vegna kannski þegar maður minna rally en maður gerir, því manni langar bara að fá að hoppa upp í bíl og vera með. Þessi baktería fer aldrei og enn áttur heppinn að bræður mínir eru líka mikið í kringum þetta og maður getur mikið verið að spjalla rally og fylgjast með þessu, þannig að þetta eins og ég sagði, þetta klárlega einn af skemmtilegri íþróttum landsins, það engin spurning. Svolítið gaman að því einmitt, ykkur bræðrunum allum, þið tengið rallyunum heitum alveg gjörsamlega og svo þið líka í körfuboltanum, þess að tvær íþróttir einhvern veginn bara í blóðunni hjá okkur. Já, það þannig, við ákváðum bara að hafa það miklu þægilega að hafa bara svona fjölskyldusport. Já. Í staðan fyrir að þetta sé í mörgum íþróttagreinum þá var miklu þægilega bara að hafa þetta þannig, hafa þetta bara rally á körfubolta. En klárlega körfuboltinn er númer 1 hjá okkur, þannig að allavega hjá mér, þeir verða að svara fyrir sig með hitt. Já, nákvæmlega. Þetta gaman, það bara þannig, þetta gaman og það líka kynnast öðruvísi, þetta er öðruvísi, það er öðruvísi menning í rally heiminum heldur en kannski körfubolta heiminum en það margt sem hægt er sameiginlegt í þessu líka. En það þó að sé komið sumar, þá held ég bara körfuboltinn aldrei verið jafn mikið á sumrinni eins og núna. Það ekkert frí í körfuboltanum. Nei, það bara alveg rétt og það þannig og við höfum nú mikið verið að ræða þetta og enn einu sinni þá erum við að horfa fram á stærsta sumarrið sem hjá okkur, stærsta árið bara landsliðslega séð hjá okkur og við munum spila einhverja hátt í 120 landsleiki á árinu sem enn eitt metið. Ég held að við mest spilað hátt í 90 landsleiki fyrir 2 árum síðan og eitthvað aðeins færri í fyrra. En það bara þannig að þetta alveg óbúðslega stórt ár, þetta bara mikið að gera, eins og ég segja, hátt í 120 landsleikir, 10 landslið sem eru virk hjá okkur, 15, 16, 18, 20 og síðan A-landsliðin. Þannig að það bara mikið að vera og bara gaman. Ég segi alltaf að maður byrjaði í sportættinu 2011 og það bara allt í nú voru komin úlingalandslið og fleira, það gaman að fylgjast með þessu þróast. Þetta verður stærsta körfuboltaári og það bara fylgist þannig eftir. Já. Þetta þróast í rétta átt og það bara þannig, það mikið að verkefni og mikið að vera og þróast náttúrulega átti það bara hvað líka íþróttinu og vinsæl og stór og þá náttúrulega eru líka auknu kröfur á landslið og við reynum bara að halda því út og reyna að gera það eins vel og við getum og við meðal annars óbúðslega ánægðir með það, við vorum nú að sýna í dag
núna á Norðurlandamótinu þegar það að byrja 16 og 18 vorum við að frumsýna nýjan landsliðsbúningin okkar sem sérhannaður af okkur og og RA, þannig að það mjög skemmtilegt. Já, og það nefnitt, Norðurlandamót yngri liða, þetta allt haldið í Finnlandi og við erum með það ekki þó nokkuð lið? Jú, það hátt í 70 manns að núti sem frá okkur, eru leikmenn, þjálfarar, dómarar, sjúkraþjálfarar og farastjórnarteymi sem undir öruggum höndum frá Elningi Hannesinni og Kristni Geir Pálsson og Stefáni Þór Borgfjörðssyni, þeir stýra þessum hörðum höndum. Og það bara fyrsti keppnisdagur í dag og við mættum Finnum í dag og því miður að þá var reyndar tap í öllum þeim 4 leikjum hjá okkur en það bara að halda áfram, Noregur á morgun og þá kemur ekkert annað til greina bara að taka sigra á morgun. Já, nákvæmlega. Þetta var náttúrulega bara fyrst dagurinn. Hvenær fóru þau til Finnlands öll bara núna í gær eða hvernig? Já, þau fóru í gær. Það keppt á stað sem rétt fyrir utan Helsinki sem kallar Kisikaljó og alveg frábær stað. Þetta er svona eins og maður sá fyrir sig kannski að Laugavatnið yrði en því miður varð aldrei. Þetta er svona ákveðið þetta er svona íþróttasvæði sem bara gert til þess að þarna geta ýmis landslið og afreksfólk frá Finnlandi komið og æft og síðan verið með svona mót. Þetta er ekki bara fyrir körfubolta, það hefur verið þarna ungir efnilegir íshokkíleikmenn, fótboltaleikmenn, frjálsíþróttamenn og fleira. Þannig að þetta er svona, eins og ég sagði þegar ég fór í fyrra og var hana með þeim í fyrra, þetta var svona alveg sem maður hefði séð fyrir sig kannski drauminn að Laugavatn verið að veruleika, sko. Já, þannig að Laugavatn býður svona mitt upp á svona möguleika, jafnvel. Já, það hefði alveg getað það, þú veist, það er náttúrulega mjög margt að breytast í þess í dag. Já, í dag. En ef maður horfir á þess og horft var á kannski Laugavatninu sinni sem svona kannski miðstöð í kringum íþróttir og annað. En það er þannig að þetta er svolítið þannig en það er mjög flott aðstafa og náttúrulega frábært fyrir eins og finnska körfubolta sambandið að geta haft þessa aðstöðu bæði til æfingu og keppni því að þetta veit ég mikið notað af þeim allt árið kring. Já, nákvæmlega. En svona Norðurlandamótið, það núna bara, þetta það ekki svona bara törn eins og maður kallar það, bara ef maður slettir, þetta það ekki bara einhverju 4 dagar eða hvernig? Jú, það leikið okkur einasta degi síðast, bara núna alveg fram á föstudag, þetta leikið bara okkur einasta degi og síðasti leikir á föstudag og hópurinn kemur heim á laugardag. Já. Og það þetta fylgjast með þessu öllu saman inn á kki.is, þar eru slóðir inn á bæði beinar útsendingar sem Finnarnir eru með sem hægt að horfa á sem og lifandi tölfræði. Þannig að bara að gera að fara inn á kki.is og bara strax á forsíðunni þá allir þessar upplýsingar. En þetta náttúrulega bara eins og komst að inn á áðan hvað það stórt og mikið starfið hjá okkur og þá þetta náttúrulega bara rétt að byrja. U15 var úti fyrir þar síðustu helgi hjá okkur í Danmörku, nú var Norðurlandamótið. Síðan bara Evrópukeppnir sem eru framundan hjá U16, U18 og U20 ára liðanum okkar. Já. Og þær eru núna í júlí og ágúst og U20 stelpunur okkar að taka í fyrsta sinn þátt í Evrópukeppni og eru gaman að sjá hvað þær standa. Einnig strákanir okkar náttúrulega sem sérlega skemmtilegt að strákanir okkar verða í A-deildinni eða í lokamóti Evrópukeppninnar hjá U20 sem náttúrulega frábær árangur og alveg óbúslega gaman að taka þátt í og þeir munu keppa á Krít í Greiklandi og það vekur mikla athygli bara þessi árangur okkar við skulum vera með í lokamóti U20 karla ásamt í sinna vera með strákana alið karla á Eurobasket þegar núna í haust. Þannig að þetta vakti mikla athygli. Ég var heppinn að erlendis núna helgina kom bara heim í dag og var út í Prag þar sem var stjórnarfundur hjá FIBA Europe og ásamt því að það var verið að ljúka Eurobasket kvenna, krýna nýja Evrópumeistara þar sem Spánn var Evrópumeistari og þar var mikið verið að ræða við með mitt þetta því menn voru að pæla í sumrinu og þá voru enn og aftur svona mikið verið að ræða við og meðal annars nokkru fjölmiðlar hér og þar í Evrópu sem ég var að ræða við sem í viðtölum þar sem var að tala þennan árangur að við skulum vera með í karlaliðunum í lokamóti bæði U20 á karlaliðinu. Og þannig þetta er mikið að vera og það klárlega að það ekkert sem heitir eitthvað frí þótt að það sé ekki móti, þótt að það sé ekki beint Íslandsmóti í gangi því að ásamt því að vera með allt þetta landsliðsstarf þá það líka undirbúa næsta vetur og við höldum að hluti stærsta mótahaldi sem fram fer yfir vetratíman og að halda því úti, því
því ekki hent upp á nokkrum dögum, þannig að það á fullu í kringum það líka sem að halda þar áfram vinnu, þannig að það meiri nóg að gera og mikið fjör. Já, en svona eftir að þessi frábæri árangur í fyrra og segjast núna í sumar, hafið þið fundið fyrir því að það að aukast mikið körfuboltaáhuginn eða svona að það að fjölga yngri flokkum út land allt? Já, við finnum það mjög mikið og við sjáum það bara á bæði tölum og við sjáum statistikandatölunum og við sjáum það líka bara á fjölda liða sem að koma inn, hvað maður að segja, það kannski svipaði fjöldi félaga sem að koma inn í Íslandsmót yngri flokkana hjá okkur, en það liðinu kannski senda fleiri, félagin að senda fleiri lið. Við höfum fundið mikla aukningu í svona, hvað maður að segja, þessum 10, 11 og 12 ára aldri sem að mun þá náttúrulega bara fara upp í framtíðinni og halda áfram að auka í það. Ásamt því við breytum líka keppnisfyrirkomulagi hjá okkur í minnibolta fyrir 2 árum, þannig að það var margt svona sem helst í hendur við það. En það sem sérlega ánægilegt og við erum óbúslega stolt af að það mjög mikið aukning í stelpum hjá okkur. Já. Að það eru ansi margar stelpur, hvað maður að segja, það eru mun fleiri ef maður fær í prósentölu að segja stelpur farnar ef að körfubolta koma nýjar inn heldur en strákar, en þannig að þeim fer fjölgandi stelpunum hjá okkur sem eru að æfa. Og það mjög ánægilegt og félagunum líka, því að það voru í kringum 10 félög fyrir nokkrum árum sem sendu lið í Íslandsmóti í minnibolta hjá stelpunum, en í dag eru þau að vera hátt í 20. Já. Og þeim sem bara fjölgandi og það mjög ánægilegt að sjá það hvað að fjölga hjá okkur í þessum yngstu hjá stelpunum. Og það eitthvað sem að við erum mjög ánægð með og vonandi heldur það áfram. Þannig að við finnum þetta fer allt í takt. Aukin árangur landsliða, aukin umfjöllun, aukin árangur félagana sjálfra í því starfi sem þau eru að gera og það náttúrulega það sem að skiptir svo óbúslega miklu máli. Það allt þetta óbúslega mikla sjálfboðastarf sem hringinn í kringum landið af félagunum okkar og það er seint sem að sjálfboðaliðarnir fá þær þakkir sem við áskilið. Það frekar að menn fái svona, hvað maður að segja, skömm í hattinn frekar en hitt. Og þetta bara óbúslega gaman að taka þátt í þessu og öll körfuboltahreyfingin er að gera góða hluti. Já. En við þurfum líka bara að halda áfram, það þýðir ekki eitthvað að stoppa og alltaf gefast upp. Það er bara að halda áfram og vinna fleiri sigra og fá fleiri til að koma og spila körfubolta og taka þátt og hafa áhuga. En eins og þú segir, við finnum náttúrulega fyrir bara mikill aukningu. Körfubolti í dag einn stærsta íþróttagrein landsins sem hefur vaxið mikið á undanförnum árum, þannig að þetta bara gaman að taka þátt í þessu. En þetta er mikil vinna og margir einstaklingar sem leggja hönd á plóg, en svona í kringum sambandi er þetta náttúrulega kannski fáum höndum sem eru vakandi og sofandi yfir þessu allan sólarhringinn. Og þar eru svo heppin að hafa mjög öflugt fólk sem er í stjórn og nefndum sambandsins ásamt okkar frábæra starfsfólki og skrifstofunni sem eru vakandi og sofandi yfir alla daga ársins, má segja. Svo náttúrulega líka bara spilar inn í þetta frábæra landsliðsfólk okkar, þau virðast bara ferðast hvert á land sem til þess að hitta iðkendur hvar á eina. Já, við erum mjög heppið með það. Þetta er verkefni sem er unnið sem ég var einmitt bara á enn og aftur. Ég var að fundi þarna út í Praga, þá var það einn af þeim fundi sem ég var á, því að það sem ég er í stjórn FIBA Europe, þá er einni nefnd sem er í svona útbreiðslu verkefni og það sem við erum með stuðning frá FIBA Europe í að við notum sumarið tíminn eins og Bubbi sagði og það er tíminn til að bæta sig á árangri og við erum svo heppin að hafa stuðning frá FIBA Europe til þess að geta farið til félagana með aðstoð þeirra og það eru landsliðsmenn núna. Martin Hermansson er að fara ásamt Hildibjörg Kjartansdóttir. Þau eru að fara til félagana og heimsækja þau hringinn í kringum landið og skipulega bara þegar félagin vilja fá þau inn á námskeið og ýmislegt annað sem að félagin er að gera og þau koma og deila úr sínum viskubrunni hvernig þetta var hjá þeim, bæði þegar þau voru að æfa sig þegar þau voru yngri og hvað þau hafa gert til að ná þeim árangur sem þau eru ná, því að eins og Martin Hermansson nú þegar orðin okkar einna betri leikmönnum og er komin í núna A-deildina í Frakklandi sem er frábært og hefur staðið svo óbúslega vel. Hildur Björg búin að vera einu af okkar betri stelpum undanförnum árum og nýkomin úr háskóla í Bandaríkjunum og við erum gaman að sjá hann í Dóminusdeildinni hjá okkur í vetur, næsta vetur, en ég veit að hugur hennar stefnir hærra og þannig að það er óbúslega gaman að geta haft það tækifæri og líka fyrir krakkana að geta tala við
tala við þessa einstaklinga sem eru búin að ná þessum árangri og fá þetta svona beint í æð og geta bara að fara yfir þetta með þeim. Og svo koma fleiri landsliðsmenn að því eins og þú sagðir, við erum okkar landsliðsfólk, bæði stelpur og strákar eru bara tilbúin til að leggja svo mikið á sig og þau fara síðan með þeim fleiri og fleiri þegar það á við og koma og taka þátt og eru með þeim í þessu. Og við erum ákveðlega stolt af þessu og þetta er, eins og ég sagði, þetta er eitt af því sem að FIBA Europe hefur að reyna að hjálpa félögunum með í svona fræðslu útbreiðslustarfi. Nú veit maður marga sem að hafa áhuga að fylgja karlalandsliðinu eitthvað eftir þarna út í Finnlandi. Er allt orðið alveg tróðfullt í miðasölu og fleira eða getur fólk þá nálgast? Það er alveg nægt að nálgast miða hjá okkur og við bara hvetjum fólk til að hafa samband, senda e-mail á kki@kki.is og að gera það. Við erum alveg með einhverja miða ennþá á lausu. Það var það mikið sem að við í rauninni tókum og lofuðum að við myndum selja og það er til dæmis náttúrulega mjög vinsælt að koma það út yfir helgina og taka bæði körfuboltann og fótboltann í einni ferð og það er hægt að versla svoleiðis miða hjá okkur og þannig að það er bara að gera því að það verður klárlega eitt gott skemmtilegt partí í Helsingi þessa nokkra daga þannig allavega yfir helgina og svo verða einhverju 12-1300 Íslendingar sem ætla að vera alla vikuna meðan að við erum á Eurobasket og svo náttúrulega verður mjög skemmtilegt að svo náttúrulega tekum við þessi nýja undankeppni HM sem að fer í nóvember strax og eftir Eurobasket og það er ekki síður mikilvæg keppni sem við erum að taka þátt í og við erum bæði með karla og kvennalandsliðið okkar að keppa í gluggum í nóvember og febrúar. Það hefur náttúrulega líka áhrif á mótahaldið, krefjandi verkefni þar, en frábært að geta fengið að sjá landsliðin okkar spila yfir kennstíðanbili. Og eins og ég sagði áðan því ég var nú á Eurobasket kvenna núna þar sem að Spánn var Evrópumeistari eftir úrslitaleik við Frakka og að þá eru dregið núna 4. júlí í riðla fyrir undankeppni Eurobasket kvenna 2019 og súlkeppni byrjar í nóvember. Núna stelpunar okkar hafa verið undirbúið sig fyrir það með leikjum sem hafa verið meðal annars smá þjóðleikum á Írlandi. Svo munum við spila vináttulandsleiki við Svíþjóð sem er mjög sterkar í lok ágúst og svo verður undankeppni þar í nóvember. Og það verður mjög spennt að sjá það í næstu viku í dregið riðla fyrir þá keppni og það verður mjög spennandi. Og það var gaman eins og núna Eurobasket kvenna, þar voru nokkra þjóðir sem komið mjög mikið á óvart eins og Belgía sem að vann bronsið sem að var í fyrsta sinn í sögunni sem Belgía náði í velun á Eurobasket kvenna og Grikkland endaði í 4. sæti og Lettland endaði í 7. sæti og þessar 3 þjóðir sem ég var að nefna, þær voru í fyrsta sinn í sögunni að tryggja sig inn á HM kvenna sem að verður á næsta ári á Spáni. Það er ekki ennþá búið að breyta þess að keppnisfyrirkomulaginu hjá stelpunum varðandi það að nú það er ekki komin ennþá undankeppni fyrir HM en það er verið að vinna í því að það verði og við vonum að það verði komið sem fyrst þannig að við hefum líka tækifæri á því. Hvenær ferðu í sumafrí? Það verður ekki frekar undanfarin ár. Það er bara þannig, það er eins og ég sagði áðan fyrir okkur sem erum mest í kringum þetta þá er ekkert sem heitir eitthvað frí, það er bara við þurfum að vera á vaktinni allan sólarhringinn og við erum svo óbúslega heppin ég og við á skrifstofunni að við eigum mjög skilningsríkar fjölskyldur og skilningsríkar konur og skilningsrík börn þannig að fjölskyldan hún tekur þátt í þessu allar leið og það er bara alveg á hreinu og það er alveg saman hvort að sé fyrir landsliðsmenn eða starfsmennin hjá okkur, hjá sambandinu annað. Allt þetta næst ekki nema með góðum stuðningi fjölskyldunar og það skiptir miklu máli. Lokinn áður en sleppt við erum búin að vera svo jákvæðu nótunum og höfum kannski stutt og laggott. Það er aðstæðan fyrir landslið okkar, Laugardalsvöllin fræga. Þarf að fara að byggja betri aðstöðu? Fyrir landsliðin okkar í handbolta og körfubolta? Þú verðum að taka klukkutími í viðbót. Já, ok, þá tökum við það bara í næsta þætti eða eitthvað tíma. Nákvæmlega. Svona stutt og laggott. Stutt og laggott, það þarf allavega að gera breytingar. Ekki veit ég hvort við þurfum að byggja nýja Laugardalsvöll eða fara í byggingar því ég vil reyna að halda kostnaði lágmarki vegna þess að okkur vantar númer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 upp úr. Það er aðstaða fyrir landsliðin okkar. Ef við tökum yngri landsliðin okkar sem dæmi og ásamt alvegslöfum, það er æfingaðstæða líka því að það er mjög erfitt að þú heldur út æfingu fyrir
10 landslið eins og hjá okkur núna, svo eru þetta fleiri íþróttagreinar að halda úti, að fá bara inn í íþróttahúsum fyrir þetta og þar eru við bara algjörlega með frábær bæði félög og sveitafélög sem hafa verið tilbúin til að hjálpa okkur aðstofa okkur við það, en það vantar líka æfingaðstöð í Laugardalnum fyrir landsliðin okkar. Þannig að þetta tvent, en við eigum að reyna að halda kostnaði sem er mest í lágmarki, en verði niðurstaðan svo að byggja nýja Laugardalshöllu, að reyna að laga Laugardalshöllina því sem hægt er. Ég segi reynum að gera það sem hægt er að gera fyrir samt sem við samt penning. Hannes Sigurbjörn Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, auðvitað eigum við alveg 2 klukkutíma inni, það er engin spurning. Þú bara ringir, ég alltaf gaman að spjalla. Bestu þakkir og gangi ykkur. Takk hérlega. Já, það er hægt að fylgjast með inn á kki.is, þar er hægt að fylgjast með leikjunum í beinni, svo er karvan.is með þetta allt líka í beint í æð fyrir okkur, viðtöl og umfjöllun og gott betur en það. Þannig að kki.is og karvan.is, það eru svona helstu sem eru með þetta beint í æð hand okkur. En við höldum áfram í sportinu hér innan skams, farið ekki langt. Fylgstu með á Facebook Sportdótturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.